Góðan daginn, kæru vinir. Ég staddur heima hjá mér og ætla að senda Guðs orð héðan að heiman í dag. Eins og svo mörg okkur og jafnvel flest okkar höldum okkur heima við í þessu skrýtna ástandi sem er. Mig langar bara að senda baráttukveðjur og kærleikskveðjur frá mér og frá kirkjunni okkar, frá Smárakirkju til ykkar allra. Og við erum í bæn fyrir ykkur og treystum á Guð, varðveiti og gæti á allan hátt. Ég vona að þið séu bara að nota tímann vel heima og ég treysti því að þið séu að gera það og jafnvel að hlusta á þessa góðu tónlistarþætti sem hafa verið að senda út oft á kvöldin, eins og Óskari og Hrönn og Fanny og þeim á fimmtudögum og jafnvel Helga Björns sem var í gær, veit ég, og er alveg dásamlegt að hlusta á þessa fallegu tónlist af öllum sortum. Og ég vona að þið njóti þess. Í tengslum við það sem að gerist inn á heimilunum, þá langar mig að vitna í klassískt verk, meistarverk, svona trúarsatíra af bestu gerð eftir C.S. Lewis. C.S. Lewis var mikill fræðimaður og rithöfundur og þið þekkið fullt af verkum hans sem ég myndi nefna væntanlega. En þetta er úr bók sem hann skrifaði sem heitir The Screwtape Letters frá 1942 og er eins og ég segi trúarsatíra og mér langar að grípa það niður og sjá hvort þetta á ekki vel við akkurat í dag. Hann gefur Satan hér fyrst, þinn óvinur mannsins, orðið fyrst og hann segir: Ég mun orsaka kvíða, ótta og örvæntingu. Ég mun gera það að verkum að fyrirtæki loka, skólar og tilbeiðsluhús loka og íþróttaviðburðir falla niður. Hvað hefum ekki heyrt íþróttaviðburðina, jafnvel Ólympíuleikana, allt lokað, ekkert má. Og Satan segir líka í bók C.S. Lewis frá 1942, ég mun skapa efnahagslegar þrengingar. Allt af þessu getum við faktisk séð í kringum okkur í dag og vera að gerast. C.S. Lewis lætur Jesú Krist svara þessu á þennan hátt. Ég mun þá tengja nágranna saman. Ég mun endurreisa fjölskyldueininguna. Ég mun færa kvöldverðinn aftur að borðstofuborðinu. Ég mun hjálpa fólki að hægja á hraða lífsins og kenna þeim að meta það sem virkilega skiptir máli. Ég mun kenna börnum mínum að líta til mín en ekki til heimsins. Ég mun kenna börnum mínum að treysta mér og ekki peningum eða efnahagslegum uppsprettum. Sjáðu til, þetta er orð sem á alveg við í dag og ég vildi bara gefa ykkur þetta svona því að ég hef séð það svolítið á ensku svona á Facebookinu og miðlunum sem er í gangi og þetta á svo vel við og er svo gott. En í dag hins vegar úr orðið Guðs langar mig hins að nota tækifæri og nota þessar sérstöku kringumstæður sem að vekja oft hörmungar af þessu tagi, vekja oft upp ákveðið hugafar og ákveðna afstöðu hjá kristnum sem eru ranghugmyndir og maður langar að taka á þessu ranghugmyndum og reyna að fletta þess ofan að þeim ef svo má orðið komast, nota til þess Guðs orð að sýna fram á að þetta er ranghugsun. En þetta er hugsun sem veldur því að margir sem ekki eiga trúna vilja ekkert með okkar Guð hafa að gera. Þeir vilja ekki svona Guð eins og við málum á honum myndina. Og þessi ranghugmynd gengur út á það að þegar hörmungar koma en eitthvað slæmt gerist að þá sé dómur Guðs að ganga yfir heimsbyggðina. Kristnir menn eru gjarnan fljótir og grípa eitthvað svona á lofti og segja já, sinn mannanna er svo mikil að Guð verður að grípa inn í, hann þarf að koma til að díla við syndina, eiga við syndina og dæma syndina hjá fólkinu og kemur þess vegna með sinni refsendu hönd. Við sem munum eftir í þegar fyrsta fólki fór að deyja úr AIDS hér á jarðríkinu, þá heyrðust þessar raddir meðal annars. Háværar röddir sem sagði að Guð væri nú að refsa samkynhneigðum fyrir synd þeirra. Og þessi
þessi tilhning afskaplega rík. Ég veit ekki hvort ég hef heyrt mikið af þessu núna akkurat með koronavírusin okkar sem í gangi, eða koronavírusin, kallar hann alltaf okkar, þetta sem í gangi núna vegna þess að hann virðist ganga yfir alla. En það alltaf þessi kristni hópur sem rís upp og segir Guð að dæma. Og mér langar að benda ykkur á og okkur og rifja upp úr orðinu að þetta rangtúlkun. Það reyndar hægt að nota biblíuvers sem þessi hópur notar gjarnan. Vitnar í biblíuna fram og tilbaka til að sýna fram á að þau hafi rétt fyrir sér. Það hægt að láta biblíuna segja hvað sem faktist. Þú getur haft einhverja skoðun sem bara þín skoðun og þú getur látið biblíuna staðfesta hana á einhvern hátt. Það hægt að taka orðið úr samhengi. Það eins og mikilvægt að skoða ritningarnar í samhengi og það mikilvægt að láta biblíuna, ritningarnar sjálfa, túlka ritningarnar. Þá færðu mynd af heildarmynd af því sem að biblían eða ritningarnar að kenna okkur og segja okkur. Tökum sem dæmi, hver boðskapurinnar? Hvað til dæmis lykilatriði fagnaðarerindisins? Við þurfum að sjá það að allt annað sem sagt og nefnt bendir á þetta, ekkert annað. Og það það sem ég langar að sýna ykkur núna úr Guðs orði. Við ætlum að fyrst að líta í Lúkas 9. kafla, vers 51-56. Þetta athyglisverð vers og þau svolítið brosleg þó þau séu alvarleg. Að þá þetta alveg sérstakt dæmi, en þetta lýsir vel því sem að ég einmitt að tala um. Það segir svona: Nú fullnaðist brátt sá tími hann skildi uppnuminn verða, það segja Kristur. Það var að líða á lokum hans starfsævi á jarðríki. Hann átti eftir að fara til Jerúsalem núna, deyja á krossi, vera grafinn og rísa frá dauðum og vera hafinn upp til himna. Þess að tímabilið hans á jarðríki var það bil að enda. Svo það segir núna að það fullnaðist brátt sá tími að hann skildi uppnuminn verða og beindi hann þá sjónum til Jerúsalem, einráðinn í að fara þangað. Hann lét sendiboða fara á undan sér og þeir komu í Samverjaþorp nokkurt til að búa honum gistingu. Samverjar voru ekki gyðingarnir eðlilega og þeir voru svona heiðingjar og voru ekkert mikið hrifnir af gyðingunum eða Jerúsalem. Og það fór sem að mátti búast við. Þeir tóku ekki við Jesú, þeir tóku ekki við honum, því hann var á leið til Jerúsalem. Og þegar lærisveinir hans, þeir Jakob og Jóhannes, sáu það, sögðu þeir: Herra, eigum við ekki að bjóða að eldur falli af himnum og tortími þeim? Þetta það sem ég var að tala um. Þetta nákvæmlega það. Við kristnimenn í dag segja: þessi hópur tekur ekki við Kristi. Þessi hópur, hann úthúðar Kristi. Hann hafnar hann, tekur ekki á móti honum. Alveg svo þeir samverðin tóku ekki á móti Kristi. Þeir vildi ekki einu sinni leyfa honum að sofa þar nóttina. Og þá eru sumir kristnir sem vilja taka þetta og kalla eld yfir. Guð dæmdi þá. Og þetta þáttur í því sem ég að ræða um, að þegar svona hörmungar gangi yfir eins og vírusinn, að þá rís upp ákveðið svona hugafærslu sem sé: Guð að dæma heiminn fyrir syndina. Jakob og Jóhannes eru náttúrulega svolítið spaugilegir þarna, fljótir til að segja: Heyrðu, bara, nú vildu þeir fá að sjá kraftaverk af himnum, bara eld sem eyddi þessu vantrúarliði. Ef að þetta að kalla Guð til ábyrgðar fyrir vírus og faraldri og hörmungum eins og að ganga yfir, ef að það rétt, þá getum við heyrt á því viðbrögðum Jesú og það algjörlega passar ekki. Það út í hróahött eins og við segjum. Það passar engan veginn. Hann, Kristur, sneri sér við að Jakob og Jóhannesi og ávitaði þá. Sagði: Vitið þið ekkert í hvaða anda þið eruð? Í hvers anda þið eruð? Þið eru í mínum anda, í Guðs anda. Svo kemur þessi lykilsetning.
Mannssonurinn er ekki kominn til að tortíma mannslífum heldur til að frelsa. Með öðrum orðum, ég er ekki kominn á jarðríki til að tortíma eða eyða eða deyða. Ég kom til að gefa líf, til að frelsa. Þetta gerist áður en Kristur faktist er búinn að fullkomnaða verk sem hann kom til að gera, en hann er að lýsa því sterklega yfir hver tilgangurinn er með komans. Hann kom ekki til að tortíma. Ef að það breytist eitthvað eftir að hann fór á krossin, eftir að hann fór þarna upp til Jerúsalem á þessum stutta tíma, fer upp til Jerúsalem, deyr á krossi, rís frá dauðum, stígur upp til himna og kirkjan verður til. Ef að þessi boðskapur breytist eitthvað á þessu tímabili, þá myndum við halda að í Nýja testamentinu eftir það kæmi það skýrt fram að nú ættum við halda áfram að kalla yfir eld og tortíma liði og vírusar og veirur og hörmungar mannlegar, þetta væri alltaf að Guð komið til að dæma heiminn. En það er ekki svo. Lítum í annað Korinthubréf, 5. kafla, 18-20. Allt er frá Guði komið sem sætti oss við sig fyrir Krist og gaf okkur þjónustu sáttargjörðarinnar. Hvað er þessi sáttargjörð? Hvaða þjónustu er það sem kristnimenn eiga að hafa? Það var Guð sem í Kristi sætti heiminn við sig, er hann tilreiknaði þeim ekki afbrot þeirra og fól okkur að boða orð sáttargjörðarinnar. Skýrari getur það ekki verið, faktist. Guð er búinn að sætta heiminn við sig. Hann tilreiknar þeim ekki afbrot þeirra. Þannig að þar fellur það alveg úr sjálft sig að hann sé núna að dæma heiminn fyrir afbrot þeirra. Hann fól okkur að boða þessi orð sáttargjörðarinnar. Það er hlutverk okkar kristinna. Það er að segja heiminum, segja fólki frá því að Guð er sáttur við okkur. Hann er búinn að sættast við okkur í Kristi. Og ég kem aðeins að því eftir hvernig það virkar og hvernig það er gert. Við biðjum því í Krist að og segjum látið sættast við Guð. Hann sem þekkti ekki synd, gjörði hana synd vor vegna til þess að vér skyldum vera réttlæti Guðs í honum. Og þessir ritningarstaðir, þetta bæði það sem Kristus sagði sem ég voru að lesa áðan og þessi Korinthubréf frá Páli staðfesta einmitt megin tilgang fagnaðar erindisins, það er að benda mönnum á kærleiksríkan Guð sem hefur sætt alla menn við sig og býður hann hverjum og einum að þiggja gjöf eilífs lífs. Og þetta eilífa líf er ekki bara eitthvað í framtíðinni eftir dauðan í himnum, þetta eilífa líf byrjar innra með hverjum manni í dag á jarðríki ef hann þiggur. Þetta er eilíft líf sem byrjar strax innra með þér. Samfélag lifnar innra við, lífið innra með, andiðinn lifnar við og tengist Guði eilífum böndum. Þannig að innra lífið kviknar. Og þetta er það sem allir menn þrá, faktist. Það er ekki allir menn sáttur það eða á einu það að Kristus sé sá sem eigi að gefa það. En ég held að hluta því að menn kannski leiti ekki eins mikið þangað eins og áður fyrr er að við erum búin að mála það mynda það sé ekkert mjög aðlaðandi. Hann er svona frekar reiður og pirraður Guð, þessi Guð Biblíunnar. Koma þess að því og eftir. En hann er góður Guð. Ef við tökum burt þetta dót sem við erum búin að vera að setja í veginn, þá geta menn séð að Kristur er bæði fallegur, kröftugur, öflugur, kærleiksríkur og hefur allt að gefa. Og Guð Biblíunnar er sannur Guð, bara góður Guð. Það er í valdi hvers og eins að meðtaka þessa gjöf svo. En með öðrum orðum, þá er búið að dæma syndinni í heiminum. Það er búið að dæma sjálfsösku og eigingirni og synd heimsins. Það er búið að dæma það. Sá dómur féll á Krist þegar hann fór á krossinn. Reiði Guðs kom niður á Kristi til þess að við ættum aðgang að honum í sátt. Þetta er stórkostlegur boðskapur. Þetta er
náðarboðskapurinn, þetta fagnaðar erindið Krist. Nú eru páskarnir framundan, bara handa við hornið. Ég held við séum öll að horfast í augu við það að páskahátíðin okkar núna verður aðeins öðru sniði heldur en gengur og gerist út af þessari stöðu í landinu okkur og heiminum. En þá erum við samt sem áður, við getum samt sem áður gert hana þessu djúpu og ríka, þessu djúpu og ríku merkingu og meiningu sem raunverulega hefur, sem er að þann var þá sem að Kristurinn mitt fór upp til Jerúsalem, fór á krossinn og lambi Guðs, hún er líkt við lamb Guðs. Gyðingar höfðu slátrað aldaraðir, páskalambi. Og nú kemur Kristur og hann er kallaður síðasta páskalambið. Hún var slátrað og Biblían gerir grein fyrir því í Hebreabréfinu 9:26 að þessi fórn dugði í eitt skipti fyrir öll. Í eitt skipti fyrir öll dugði þessi fórn. Hann þarf ekki að dæma heiminn aftur. Elsku bræður og systur, þið sem eru að hlusta og þið sem hafa kannski lent í þessu eða dottið í það að vera dæmandi yfir synd mannsins. Gæti þess að falla ekki á mannvisku, að tala í mannvisku á móti Guðs orði. Því með því gerum við lítið úr fórnardauða Krists sjálf til. Ef við lýsum því yfir að Guð sé að dæma synd heimsins með vírusum og flóðum og öðrum hörmungum, þá erum við að segja að verk Krist dugði ekki til. Hann kom og dæmdi heiminn en það þarf að dæma hann aftur. Segir Guð dæmir ekki tvisvar fyrir sömu syndina. Hann er búinn að dæma. Það er náðin sem okkur var gefin. Hann vil gefa spennt okkur að leið til að endurreisa þetta lögmál kærleikans í heiminum. Hann kom og uppfyllti verkið, þannig að nú eigum við bara aðgang að því. Nú getum við þegið náðarverkið og lifað í kærleikanum. Ég vona þetta svari einhverju, bendi eitthvað í ljósi ritningarinnar á það að þessi hugsun, þetta er ranghugmynd sem við megum ekki halda svona fast í vegna svo hún er bara ekki rétt. Hún er ekki í samræmi reynlega við Guðs orð. Hún er ekki í samræmi við það. Það er enn önnur rámtúlkun, mjög lík þessari sem ég langar rétt að minnast á svona í restina. Það er líka nauðsynlegt að leiðrétta hana en hún snýst að þér persónulega eða mörgum, kannski ekki þér en mörgum kristnum sem eiga erfitt með að trúa því að Guð sé sáttur við þau. Sem jafnvel reiður út í þau, pirraður svolítið. Það er svolítið þessi mynd að Guð okkar sé pirraður reiður Guð og ef við misstígum og gerum eitthvað rangt að þá sé hann alltaf að skammast utan í okkur og lemja okkur í hausinn og það er bara ekki svo. Þú hugsa kannski, já gott og vel, hann er kannski ekki að dæma heiminn en hann er sko ekki sáttur við mig. Hann er sko ekki sáttur við mig. Mér líður allavega þannig eins og hann sé ekki sáttur við mig, finn ekkert fyrir honum, heyr ekkert í honum. Hann er svo fjarlægur, það er vegna þess að hann er bara ekki sáttur við mig. Það er eitthvað sem ég hef gert, eitthvað sem ég hef sagt. Bara hvernig ég er. Tvennt í þessu sem ég langar að nefna og ég held að annars vegar þá séu yfirgnæfandi líkur á því. Ef að þessi tilfinning er að gerast innan með þér og þessi hugsun, þá er mjög líklegt að einhverjum ástæðum þá er þú ekki sátt eða sáttur við þig sjálfur. Það er eitthvað ósætti innan við þér það hvernig þú ert, hvernig lífið þitt er og þú skrifar það á Guð að hann sé ósáttur. Hin hliðin á þessu er einmitt úr ritningunni sem segir Kristur sagði sjálfur að hann muni aldrei yfirgefa okkur, aldrei. Páll segir að ekkert fái aðskilja okkur frá Kristi. Ef að tilfinning þín er að hann hafi yfirgefið eða sé fjarlægur þér og vil ekkert með þig hafa að gera, þá er það tilfinning sem er raunverulega ekki að gera lítið úr henni, en hún er ekki byggð á sannleikanum Krist, því hann segir ég er alltaf með þér. Ég fer aldrei frá þér. Þannig að við þurfum að vinna með líf okkur og segja það af hverju er þessi upplifun mín svona ef að hann segir svo þetta.
Þetta stangast á. Guð er ekki reiður við þig. Hann leiðir okkur, hann agar okkur, hann kennir okkur af því hann elskar okkur. En reiður er hann ekki. En þessi lygi, ég kalla þetta lygi vegna þess að margir kristimenn trúa þessari lygi. En okkar aðeins að við skoðum í Biblíunni hvaðan nákvæmlega þessi lygi að Guð sé ósáttur við þig og reiður út í þig, óánægður með þig, hvar hún á uppsprettu sína. Lesum í 1. Pétursbréfi 5:8. Þetta er fræg vers, þetta þekkja margir ef ekki allir. Verið algáðir, vakið, óvinur yðar, djöfullinn, gengur sem öskrandi ljón, leitandi að þeim sem hann getur gleypt. Hann gengur sem öskrandi ljón, leitandi að þeim sem hann getur gleypt. Kristur minntist á þennan sama óvin nokkru sinnum. Hann kallaði hann meðal annars föður lyginnar. Hann kallaði hann föður, það var ekki bara að hann væri legari, hann var faðir lyginnar. Lygin á uppsprettu sín í honum. Muniði í garðinum, aldingarðinum, Eden. Hefur Guð, þau vissum að Guð hafa sagt þetta? Byrjaði strax að sá Eva, byrjaði að ljúga og snúa. Hann lýgur aldrei beint í bjópi geðuðar þannig að vitir þetta er lygi. Hann kemur alltaf lævís og ég ætla að benda ykkur á það og sýna fram á því Guðsorði að ljónsöskrið hans er einmitt slík lævísi. Því, hann getur öskrað eins og hvaða skepna sem er. Og hvernig líður þér hvernig líður okkur ef við erum öskrað okkur? Við hrökkum í kút, við forðumst, við förum í burtu. Öskur er ekki aðlaðandi. Öskur laðar ekki að. Og hvers vegna öskrar hann eins og ljón? Og hvers vegna hann yfirleitt að öskra og hvað er hann að öskra? Öskur myndi hræða okkur burt undir öllum ennum kringumstæðum. Mig langar að lesa annað vers úr reikningunni. Og þið munið strax sjá samhengið vonandi. Það eru Orðskviðunum 19:12. Það segir: Konungsreiði er eins og ljónsöskur. Konungsreiði er eins og ljónsöskur. Konungurinn reiður og lætur í sér heyra er eins og ljónsöskur. Þetta er ekki ljónsöskur, er eins og ljónsöskur. Og hvað sögðum við hérna á það? Hvað sagði Pétursbréf? Óvinurinn gengur sem öskrandi ljón. Hann er ekki öskrandi ljón, en hann er að nota sömu taktík eins og, sömu orð, sömu tengingu eins og þegar konungur reiðist. Tilgangur óvinarins með líkhættu ljónsöskrinu er ekki alvöru ljón, hann er eins og ljón, það er eins og konungsöskur. Það er eins og konungur sé reiður. Og hver er konungur okkar? Við vitum það, Kristur konungur. Hann vill því telja okkur trúum að Guð sé reiður. Öskrið hans hljómar eins og ljón. Það hljómar eins og Guðs rödd í höfðu þínu og gefur til kynna að Guð sé ekki sáttur við þig. Hann sé fjarri þér og hann sé reiður við þig og ósáttur við þig. Gleymum þess vegna ekki eitt augnablik að þetta öskur kemur frá föður lyginnar. Þetta er blekkingaröskur. En ef við trúum lyginni, eins og með alla aðra lygi, það er alveg sama hvers eðlis lygin er, ef við trúum henni, ef við trúum því sem verið er að ljúga að okkur, þá er það fjötrandi. Það er blekkjandi, það er fjötrandi, það er bindandi. Það er ekkert eins lamandi fyrir kristinn mann eins og að trúa því að Guð sjálfur sé ósáttur við hann. Það lamar þig. Það getur þig óhæfa. Þú heyrir ekki í Guðs röddu. Hún er ekki slaka á, þig líður alltaf illa. Þú berst við að komast að, en innst inni öskrar ljónið á þig og segir: ég er ósáttur við þig. Þetta öskur í kollinum á okkur getur lamað okkur. Þetta passar
hins vegar, ef að þetta væri sannleikurinn, hann væri ósattur út af einhverju í líf okkar, passar ekki frekar við ritninguna við Biblíuna heldur það sem ég var að ræða áðan almennt dóm Guðs yfir jörðina. Vegna þess að Kristur dó fyrir þínar syndir eins og allra annara. Hann sætti þig við sig eins og alla aðra. Hann tók öll rangindi heimsins, líka þín. Og í Hebreabréfinu, hlusta þetta fallegu orð í Hebreabréfi 8:12, þar segir: því ég mun vera vægur við misgjörðir þeirra og ég mun ekki framar minnast synda þeirra. Ég mun vera vægur við misgjörðir þeirra og ég mun aldrei framar minnast synda þeirra. Ef hann búinn að leysa þessi mál í Kristi, svo hann minnist ekki lengur synd okkar, hvaðan haldið þið þá að það sé að koma í kollum á okkur, hann sé ósáttur við okkur? Ég hef sætt heiminn við mig, segir hann. En í þínum kolli og í margra hljómar önnur rödd sem segir hann ósáttur við mig. Passar ekki, elsku vinur. Annað er lygi, hitt er sannleikur. Og við trúum sannleikanum. Guð er góður, hann er bara góður. Ég las ekki seinni hlutann í Orðskviðunum 19:12. Ég ætla að lesa allt versi eftir núna með seinni hlutanum í versinu. Því það það snýst þetta og það er okkar lykill núna í dag og það er það sem ég vil skilja ykkur eftir með, elsku vinir. Konungsreiði er eins og ljónsöskur, en hilli hans sem dögg á grasi. Eftir komu Krist, eftir að Guð sætti heiminn við sig, þá heyrum við ekki ljónsöskurinn hans. Við njótum hilli hans. Hún er sem dögg á grasi á hverjum nýjum degi. Yfir þér, elsku vinur, hvílir dögg hans, hilli hans. Og hún er ný á hverjum degi. Í dag er hilli hans yfir þér, yfir þínu lífi, yfir fjölskyldu þinni. Hún er eins og döggin á grasinu. Hún vökvar, hún glitrar, hún er falleg, hún nærir. Hún gefur gróðurinn það sem þarf. Þetta er boðskapur, þetta er fagnaðarerindi. Þetta er fagnandi fyrir alla menn. Guð elskar. Og frægt er þetta því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engilinn, til að hver sem á hann trúi glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Alla menn. Alla menn. Nú varir hilli hans yfir þér sem dögg á grasi á hverjum nýjum degi. Guð blessi þér, elsku vinir, njótið þess að hvíla í návist hans, í kærleika hans, bjóðið hann velkominn inn á heimili ykkar og nýti tíman. Ég skora á ykkur, hvet ykkur, nýti tíman til að rækta lífið í honum innra með